Jæja, þá höldum við áfram. Næstu ætlum við að skoða vinnuflötinn og reglustikuna. Ef ég dreg hérna niður þá get ég búið til reglustiku sem getur hjálpað okkur með málsetningar. Ok, ég get líka sett stikuna hérna í hornið, svona. Þegar ég smelli á formin þá sé ég nákvæmlega hvað ég er langt frá horninu. Og ég get breytt þeim málsetningum. Eins og hérna, sagt 40. Hérna líka 40, bara dæmi. Núna erum við út frá þessum punkti hérna og þessum, en við getum líka valið að mæla frá horninu og að miðpunkti, midpoint. Þannig það er hægt að velja 2 punkta, þennan punkt eða miðjupunktin. Ef ég vel þetta form, þá get ég líka sé málsetningarnar. Ég get breytt lengdinni og hæðinni. En við þurfum ekkert alltaf að nota þessa mælistiku því gott bara að slökkva á henni inn á milli. Ok, næst ætlum við að skoða vinnuflöt og segjum sem svo að ég vilji teikna á þessum fleti hérna, akkurat þessum fleti, þá get ég farið og dregið þennan vinnuflöt hérna á og sleppt og þá get ég farið hér og sótt mér form. Ég get líka farið og sótt mér önnur form hérna niður, eins og text. Ég get farið og sótt alls konar form hérna. Við höfum ýmsa möguleika hérna niðri. Þetta er til dæmis connectors, en ég ætla að velja hérna eins og bara segjum bara í basic shape, eitthvað flott hérna, tube. Ég get smelti hérna á, svona. Svona. Og þegar ég slekk á þessu hérna núna, þá get ég dregið hérna workplane aftur hérna inn á og sleppt og þá er ég aftur komin í sama vinnuflötinn, grunnflötinn og við byrjaði. Og við erum þá með þetta form sem liggur á þessum fleti hér. Ef við viljum gera hér, þá getum við gert það sama. Dregið flötinn hérna inn á, sleppt, sótt annað form, smellt hérna, minnkað. Svona. Fer aftur og dreg og sleppi. Svona. Þannig að þetta er mjög gagnlegt, bæði þetta hérna tvennt til þess að passa að málsetningarnar séu réttar hjá manni og hér ef ég vil setja form einhvers staðar annars staðar heldur en beint hérna á þennan vinnuflöt. Takk fyrir.